þú veist, ef maður myndi ímynda sig sjálfur að flytja til, ég veit það ekki, Afganistan, skilur, það sem þú veist, ég held ég sé ekki að segja neina fréttir að það eru bara viðhorf til dæmis til kvenna öðruvís en hérna á Íslandi, maður ímynda sig hvað taki langan tíma fyrir sjálfan sig að þú veist, aðlagast í samfélagi að ríkaliberera, þú veist, mína eigin skoðanir til að það myndi hérna samrýmast meginstefnunni í Afganistan, að þá tæki það bara rosa langan tíma og ég ekkert einu sinni viss að það myndi aldrei nokkuð tíman gerast, sko. Vá, þetta er geðveik hugmynda leikfimi. Já. Og því ég alveg ef maður pælir í þessu, Já. hversu lengi tæki það okkur tvo Já, að aðlagast Afganistan? einmitt, það tæki örugglega svolítið langan tíma. En getum við þá Og gert ma- ráð og ma- fyrir því og að maður fólk myndi þurfa- aðlagast Íslandi? Já, það er það sem ég við, sko, ég veist það ekkert sjálf gefið, þú veist, það allavega þarf held ég meira til en að fólk sé bara fært hingað og svo bara svona, gjöru svo vel, þú veist, það þarf að taka þessu málum föstur tökum, ég ekkert að segja að þessi útilokað, ég ekkert að segja að þessi einhvern veginn svona óbrúanleg gjá að milli þessara menningarheima, en það krest þá einhvers af okkur að bjóða þetta fólk velkomið, skilurðu, og það þarf þá að hjálpa því, þú veist, það þarf að fara fram að einhverju leyti einhvers konar endurmenntun Ég held að talibanar eru töluvert kröfuharðari heldur en til dæmis Íslendingar. aðlögun. Já. Já, ég hugsa það nú. Já. En það er það, en hversu kröfuhörð eigum við þá að vera? Mér finnst við alveg geta verið kröfuhörð, skilur, það þarf ekki að fara fram með offorsi, en hérna... En ef fólk bara neitar aðlagast, eins og það er búið að gerast núna víða í Evrópu, á Já, þá að fara á ég landi?